Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Berlínarmúrinn féll 9. nóvember 1989 var Evelyn Kuhne 16 ára, bjó með foreldrum sínum og bræðrum í Rheinsberg í Austur-Þýskalandi. 9. nóvember merkilegur dagur. Hvar varst þú stödd þá? Já, ég var stödd í Neuruppin, þar sem ég var í heimavist í menntaskólanum. En ég þarf kannski svona aðeins að fara aftur fram í tíma. Aftur í tíma. Já. Til að Af því þetta gerðist ekki bara svona. Það var eitthvað búið að gerast áður. Já, það var búin að gerast mikið á þessum tíma. Það var, 89 í nóvember sem múrinn féll. Ég kláraði í grunnskólanum í júní 89 og fór svo að byrja í menntaskólanum í september 89. Í ágúst þá var bróðir minn og kærastan hans að flýja landið. Þau fóru til Ungverjalandi í vinahóp og voru að fara að flýja yfir landamerki frá Ungverjalandi til Austurríki. Vissirðu af því að þetta væri í farvatninu? Nei, þau sögðu engum frá því. Hafðu sína ástæðu fyrir því að taka svo ákvörðun að fara. Vissu náttúrulega ekki hvort þetta myndi takast, hefði ekki tekist, hafi bara lent í fangelsi. Þannig að þetta var rosalega svona viðkvæmt mál og þau þóruðu ekkert að segja neinum frá því. Voru þau 20 þarna eða hvað? Já, ég held að voru bæði 19, voru ekki 20 einu sinni. Fóru hérna yfir landamærin og þeim tókst að fara til Austurríki. Þau voru að halda til á einhverju akri yfir nóttina, þau voru að flýja hérna þegar þau fóru að dimma og svo þegar þau vöknuðu mótnina, voru náttúrulega ekkert að sofa en þegar þau fóru að birta þá sáu þau 2 þorp og þurfti að taka ákvörðun í hvaða áttina þau ætlaðu að fara og tóku svo þorpin þar sem húsin voru hvít og það var Austurríki og meðan gráa þorpið hinum einn það var ennþá Ungverjalandi þannig komust þau til Austurríki. Þau þurfti að reyna að láta ekki sjá sig af því þau stóðu náttúrulega vaktina, herinn, Ungverjarnir. En þetta var mikið áfall fyrir fjölskyldunni þegar þau flúðu af því það var ekki viss hvort að við myndum sjáist aftur á næstu 60 árum eða svo. Af því við máttum ekki ferðast til Vestur-Þýskalandi. Nei. Þannig að þið vissu, hvernig tók þetta á ykkur sem eftir urðu heima? Já, þetta sló okkur náttúrulega rosalega mikið. En foreldrar mínir náttúrulega vissi að hverju þau voru að taka svo ákvörðun og voru alveg að virða ákvörðuna, voru náttúrulega fegin að þeim tókst að komast yfir. Hvenær vissuðu það að þeim hefði tekist? Ég held að það var sama dag eða daginn á eftir sem þau fengu símtal og þeim var tilkynnt og svo náttúrulega fór bara kerfi strax af stað. Stasi mætt á svæðið og Stasi mætt á svæðið heim til ykkar? Já, á vinnustöðum, minni mig. Þau kom ekki heim til okkar en voru á vinnustöðum. Hvernig var Stasi í kringum, að alast upp með Stasi nálægt sér, hvernig það? Já, svo þetta óhugnalegt. Einhvern veginn var maður ofta að hugsa þetta, að reyna að passa sig hvað maður segir, við hvern maður var að tala, en það hafði samt ekki svo áhrif að maður var að vantreysta hverjum sem einum. Nei. En maður var að reyna að vita við hvað fólk maður var að tala og hvað fólk maður var að umgangast. Kom þetta bara með móðurmjólkinni því að nú eru báðir foreldrar þínir fæddir inn í þessu fangelsi? Já. Eða hvaða orð myndirðu nota yfir Austur-Þýskaland á þessum tíma? Já, fangelsi að hluta til. Við náttúrulega máttum ferðast eins og til Tékkóslóvakíu og Ungverjaland og Rúmeníu og Búlgaríu sem við gerðum og voru að ferðast mikið en ekki lengra. Þú veist, landakortið í landafræðikennslu í skólanum til dæmis, það var bara vestamegin við okkur, það var bara ekkert á kortinu. Kortið var bara tómt. Var það þannig? Já, þetta bara fór, þú veist, Östur-Póland og Tékkóslóvakía og það var það sem við vorum að skoða.
Þannig þið máttu ekkert vita heiminn fyrir utan? Nei, ekki mikið. Við vissum hvaða lönd voru til allt, en við vorum ekkert að læra neitt jarðfræðilega þetta. Nema svona hluta til. Og þannig þú á fyrsta ári í menntaskólanum? Menntaskólanum, einmitt. Og bróðir minn að fljúga landið. Rosalega áfall fyrir fjölskyldan og við vissum ekki hvernig við myndum hittast aftur. Og svo bara á fyrstum vikum í menntaskólanum þá áttum við að skrifa eitthvað ritgerð. Og ég bara datt í þann gera að vera rosalega bara gagnrýn á kerfið, sérstaklega á menntunarkerfið. Hafðir þú alltaf verið það eða kom það þarna? Ég hef alltaf verið gagnrýn því við vorum þannig alin upp og okkur var alltaf sagt bara sú sem að synda á móti straumnum, hann næja að komast alla leið að uppsprettuna. Hvernig kom það til? Af hverju varstu alin svona upp? Við vorum kaþólsk og áttum mikið tengsl þarna inn í kirkju og við vorum aldrei neina sosialistar og vildum eiginlega ekki tilheyra þessu kerfi sem okkur fannst ekki alveg höfðu til okkar. Þannig að við vorum alltaf, okkur var alltaf sagt, verið bara gagnrýn, verið bara því sjálf, reyni ekki að aðlaga ykkur að einhverju sem ykkur líkar ekki. Varstu mjög trúuð? Já, þannig að sé, en ég var trúuð eða ennþá, en maður fann, þetta var svona baklandi okkar, í því að vera að hugsa svolítið sjálfstæð, ekki aðlaga alltaf öllum öðrum. Þannig að ég var alltaf svolítið gagnrýn, en þá náttúrulega kom þessi áfallana með bróður mínum og við áttum að skrifa einhverju fallega ritgerð og ég man að ég spurði í skólanum, en hvað ef ég ekki sammála? Já, þú bara skrifa það sem þér finnst og það gerði ég. Og ritgerðin sem ég á ennþá er svona 6 blaðsíðu og ég bara sé mig ennþá sittandi að skrifa þessa ritgerð og ég fór svo gagnrýn í gegnum menntunarkerfi og hvernig við ólumst upp og ég myndi að lesa ritgerðin bara fyrir nokkru mánuðum síðan og hugsa bara, vá, ég var 16 ára, að ég var svona hugreik og svo djörf að láta þetta út úr mér. En þessi ritgerð hefur kannski bara kostað mér mína menntun eða framtíðin ef að hlutirnir hafi ekki þróast eins og gerðu þá á þessum tíma. En svona 3 vikum eftir að ég skilaði ritgerðina þá var ég tekin í viðtal hjá kennarunum mínum. Bara hann og ég á skólastofu sem var eiginlega bannað að vera ein með kennarunum á skólastofu, en hann gerði það samt og hann lét svoleiðis bara duna yfir mig og hvað mér datt í hug að skrifa þetta og að við værum ekki leynifélögin sem voru farin að myndast þarna í Austur-Þýskalandi á þessum tíma átti ekki heima í skólanum. Og ég fór bara að gráta, ég fór bara grenjandi út á þessu viðtal og bara alveg miður mín hvað hann tók mig í gegn, en samt sagði, ok, þetta læti ég ekki gerast með mér. Ég bara hætti þá í skólan með að bara sjá til hvernig þetta þróast og fór bara beint, allt skipulagt í Austur-Þýskalandi, það voru alls konar sambönd, allt einhverju svona í sosialist stíl, eða þetta voru svona ungmannafélag, eitthvað svona sem við þurftum að vera í til þess að vera ekki algjörlega út undan og svona að hluta til tókum við þátt í þessu, svona til þess að allavega getum mynda okkur. En þá tók ég bara ákveðin, ok, ég fer út úr þessu sambandi og fór hérna inn og sagði bara, ég ætla bara að fara úr sambandi og þá ég horfði á mig að það er ekki hægt. Og ég sagði, það hlýtur að vera hægt, ég ætla bara að segja mig út, ég bara fá blað, skrifa niður og fór bara úr sambandi, sagði ég bara hef ekkert með okkur að gera lengur. Og eftir þessu það var smá skólafrí og ég mætti svo aftur í skólan eftir skólafrí en var eiginlega búin að taka ákvörðun í þessari vikur að ég ætla að sjá til ef að hlutirna lagast ekki í ferjuskólanum. Ég ætla bara ekkert að vera áfram, ég læt ekki segja mér til, ég læt ekki henda mig á skólanum og þá fer ég bara sjálf. Og hvert ætlaður? Já, ég var búin að hugsa að fara kannski í að læra að vera leikskólakennari á vegum kirkjurnar. Það var í boði og við vorum búin að skoða það. En ég sagði bekknum mínum frá því hvað kennarinn hafði gert þarna við mig. Tók mig gjörsamlega í gegn
og líka ég saði mig út á þessu ungmannafélagi eða sambandi. Og einmitt 9. nóvember, það var hérna á þessum örlygsríka degi, það var svona hringborðs fundur hérna í bænum og það mættu eitthvað 400 manns á þessum fundi og þá stóð ég upp og fór í mikrofónið og sagði mína sögu. Hvað kennarinn hefur sagt við mig þegar ég fór að gagnrýna og að ég sagði mig út úr þessu sambandi og það vakti rosalega athygli. Og eftir öllu klöppuðu og ég bara stóð þarna með hjarta alveg á fullu en stóð samt þarna við mínu og svo fór ég heim í heimavist og settist niður og fekk mig að borða og opnaði útvarpið og við vorum þó að við máttum ekki og það var eiginlega fylgst með því að hlusta á hérna útvarpi sem var sendt út frá Vestur-Berlín og þá bara kom allt í einu múrin fell. Ég bara, þú veist, maður skildi ekki hvað hann var að segja hérna í útvarpinu og ég bara stóð þarna, kom engu niður, fór í næsta herbergi, það bjóð vinkona mín og þessi bara, Sandra, ertu búin að hlusta? Það er búin að opna, múrin fell. Og við bara föðmumst og grétum og bara algjörlega, bara vissum ekki, þú veist, hvað var í gangi. Þetta var svakalega upplifun, það er bara ennþá gæsahúð. Segir mér það. Og já, svo bara máttum við ekki vera vakandi lengur og áttum að slökkva ljós og fórum hann að sofa og ég bara veiktist nóttina, ég fór bara að klósetti, kom bara öllu út, bara veiktist, næsta morgun hringdi bara heim til mömmu og hún sagði, við erum nýkomið frá Vestur-Berlín, við fórum í nótt. Og þau fóru bara leið að múrin opnaðist, fóru til Vestur-Berlín sem var nú bara stutt frá. Og þú ert hvað, einhverja 75 kilometra hérna frá Berlín? Já, svona 75 hérna bærin þar sem ég var í skóla 90 kilometra heimabærin hjá mér. En þau fóru, foreldrar þínir, þarna nóttina ásamt fleiri þúsundum eða hvað fóru margir bara fyrstu nótt? Fleiri þúsundir. Já. En hvenær komst þú svo yfir? Ég fór yfir 11. nóvember. Ég fór sem sagt heim 10. og það var föstudegi því ég var svo veik og ég bara gat ekki farið í skólan og allir í skólanum héldu að nú væri ég farin. En sem ég var ekki. Ég var ekkert að fara þannilega séð. Og svo hérna komu vinir okkar frá Vestur-Berlín þennan 11. Að því það var eitthvað í gangi í kirkjunni, þetta voru svona kirkjulega vinir og þau ákveðu, nú förum við bara öll saman í kvöld. Þá förum við til Vestur-Berlínar og ég fekk far með þeim í bílinn og mamma og pappi að koma næsta dag og bróðir minn hérna á sunnudeginum. Þannig að ég fór seint kvöldi með þeim yfir landamærin. Og hvernig varst þú til? Og þetta var líka eitthvað sem þau aldrei gleyma, sem þau segja bara ennþá frá og þetta bara nótt sem við bara gleymum ekki, að fara með mér í bíl til Vestur-Þýskalands og það var ennþá verið að skoða vegabréfum og okkur var náttúrulega ekki stoppað en það var bara, þú veist, skoða hver fer yfir og skrifa eitthvað niður og okkur hleypt inn og það sem við vorum alltaf að hlusta á útvarpi frá Vestur-Berlín þá bara þekktir allir þessa stóru götur og torgir og svo bara allt einu sá þessu rísastóru skildi hérna með fram hérna hraðbrautina og ég bara trúi þess ekki. Þú veist, ég er búin að heyra þetta allt mitt líf í útvarpinu, einhverju ferðatappir hér og þar og svo bara allt í einu fer ég hérna inn og svo fóruðu með mér bara beint á Kurfürstendamm og bara þessi ljósadýrð, þú veist, auðvitað höfðum við ljós en þetta var aldrei eins og þar og þetta var bara svo yfirþyrmandi að ég satt bara þögull í bílnum og bara hafði ekki orð. Við ætlum að stoppa hérna núna og svo ætlum við að heyra meira draumana hennar Evelyn hér á eftir. Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði, alltaf góður. Þegar Evelyn var lítil stelpa í Austur-Þýskalandi, dreymdi hana Ísland. Hvernig draumar voru þetta? Já, þessi draumar urðu til að hluta til út af bókinni Nonni og manni. Já. Eftir honum Jón Sveinsson hérna frá Akureyri. Ég held ég fekk að lesa bækurnar þegar ég var 10 ára gömul
svo var ég alltaf mikið hestastelpa og ég fekk hestabók og það var mynd af íslenskum hesti. Og þessi hestur var svo fallegur og ég var svo ástfangin og svo fór ég að lesa bækurnar Nonna og bara algjörlega ástfangin af Íslandi. Og eins og ég var búin að koma inn á þá var landakorti okkar svolítið sérstakt. Það voru eiginlega bara til útlínur og það var til, og þú veist, ég þekkti alveg útlínurnar af Íslandi en ég vissi líka að það væru eldfjöll og jöklar og þetta var eiginlega bara draumurinn allt saman og þá með hestinn að komast til Íslands. Og strax eftir að múrin féll þá sagði mamma að hún væri eiginlega viss að missa vinnuna alveg bara leið af því þetta leit bara út eins og nú væri bara allt að fara og hún ákvaða að stofna ferðaskrifstofu strax þarna í apríl og í mars fóru mammi og pappi á stærsta ferðasýningu til Berlínar, ITB og ég bað þau að komi nú með bæklinga frá Íslandi til mín og þá sérstaklega eitthvað sem tengist hestum af því þetta var bara draumurinn. Og ég held að það var 87 sem Nonni og Manni var í sjónvarpinu og þá sá ég íslenska hestin í fyrsta skipti, þú veist, bara í sjónvarpinu á töldi og þetta var alveg, og þetta vildi ég upplifa. Og svona fyrsta árin að, 90, þá átti ég náttúrulega ekki peninga til þess að ferðast, svona ennþá, en ég tók leið að ég var búin með stúdentsprófið, þá vildi ég fara til útlandar og mér langaði mikið til Íslands, en ég fann þú veist, enginn sem gat hjálpa mér að komast til Íslands, þetta var náttúrulega fyrir tíma internetsins og allt og ég var bara með þessar ferðabæklingar og allt og dýrt fyrir mig til að fara en þetta Ísland, þetta bara stóð í mér að vera í mörg ár. En ég ákvaði að fara til Írlands því það voru einhverju samtök sem voru að senda óper stelpu til Írlands. Þannig að ég fór allavega í landi með í. Yes. Muna bara einu staf. Það var bara einu staf, já. En svo þegar ég var búin með ópertíma minn á Írlandi þá byrjaði ég í háskólanum og svo var alltaf þetta ég var að komast til Íslands. Hvað fórstu að læra? Ég fór að læra menningafræði. Þetta svona hluta til viðburðastjórn og svona menningarfræði í öðrum löndum og mjög áhugavert. Þetta var alveg það sem ég bara elskaði, fannst bara heimurinn opnaðist bara í þessu námi fyrir mig. Ísland kallaði alltaf á þig? Ísland kallaði alltaf á mig. Svo átti ég að fara í verknám og helst í útlöndum. Já, svona, það var lagt til, það væri mjög gott svona að kíkja til aðra landar og ég sótti hjá Goethe-Institut, þetta er svona menningarstofnun, sótti og fekk plás í Reykjavík og sagði nú er draumurinn minn að gerast. Já. En áður en ég fer í verknám þá fer ég í hestaferð. Já. Þá vil ég ríða við kjól, sem ég gerði. Og það var í byrjun ágúst 95 sem ég kom. Ég held ég lendi 5. eða 7. ágúst og daginn á eftir þá fór ég í hestaferð. Og Sveinn, maðurinn minn, hann tók á móti hópnum í Geysir og opnaði hérna hurðina og heilsaði okkur, Evelyn, já. Og svo bara næsta dag þá riðum við af stað og ég var komin inn í minn draum sem ég hef ekki farið út síðan. Þannig að hann Sveinn, hann var þarna fyrir mikla tilviljun eða hvað? Eiginlega, já. Hann var farastjóri í þessari ferð með sínum hestum og hann sá að ég bara blómstraði. Ég var bara komin í minn draum. Og Sveinn er Skagfirðingur frá Lýtingsstöðum og þú fylgdir honum yfir kjöl og eftir? Já, og svo heyrði hann á því hann tala nú bara íslensku, en hann heyrði í gegnum hinnum sem fylgdi hópnum að ég væri 3 mánuðir á Íslandi. Já. Og hann ákvaði að spyrja mig hvort mig langar ekki að koma með heim. Hann þyrfti að smala hrossunum og sortera og honum vandaði eiginlega hjálp og hann sá hvað ég hafði gaman. Og ég sagði bara, auðvitað, kemur með. Já. Var þetta svona ást við fyrstu sín raunverulega eða eitthvað var það? Já, eitthvað var það. Já. En ég var bara komin í minn draum. Já.
bara rættist. Og þú fórst með Sveini? Og ég fór bara með honum og hjálpa honum að smala hrossunum og sortera og fórum að ríða út og hann sýndi mér sveitina og svo þurfti hann að fara aftur í ferð og ég ætlaði að ferðast í kringum landið. Ég kom til Akureyrar, þá tók ég svo ákveðin, mér hundleiðist að vera einn, ég hef oft búin að ferðast einn, hann á Írlandi og allt og ég sagði nei, þetta gengur ekki. En ég vissi að hann myndi koma aftur á sunnudeginu, þannig að ég fór svona aðeins áfram og komst alla leið til Borgarfjarðar Estra. Já. En þá sniði ég við og kom bara tímalega tilbaka og fór bara beint í heyskap. Já, á Lýtingstöðum? Á Lýtingstöðum, já. Og hvenær ákváðu þið svo að verða hjón eða fara að búa saman? Já, ég er nú svo samviskusum að ég náttúrulega fór í verknámið og kláraði verknámið, kom alla helga hingað norður. Fór svo út af því ég þurfti að halda áfram, ég var í mastersnám og þurfti að halda áfram. En svo kom hann til Þýskalands og heimsótti mig þar og ég kom bara aftur árið eftir, voru eftir og var allt sumar. Og þar eiginlega svona var ég þá vissum að hér vil ég vera og hjá honum. Hvað er það við Skagafjörðin og Lýtingsstaði sem að togar þig svona sterkt? Já, hvað er það? Það kemur bara blík í augun á þér. Bara allt saman, mér líður vel, ég kom þangað og mér bara leið vel og ég bara vissi að hér vil ég vera. Og ég held ég svona jarðbundin þó að ég var að flýta mig á milli landa, þá vil ég vera á þessum stað. Og bara landslægi og fólk í kring og náttúran og hestana og þið eru aldrei búin að byggja upp ferðaþjónustu á Lýtingstöðum? Já, í kringum hestana? Æmitt, bara, í 20 ár erum búin að starfa í þessu og ég segi bara, þetta er bara minn paradís sem ég býr á, sem ég fekk líka til þess að móta með Sveini og finnst bara æðislegt að vera þar, alveg eins og fyrsta deginn. Þú elskar Ísland, en þú segir mér með þetta nafn, Ír. Ír, já. Hvaðan kemur það? Já, ég tók sem sagt ákvörðun 2013 að nú er komin tími fyrir mig til þess að sækja íslenska ríkisborgararétt. Til þess að vera ekki bara þjóðverjinn á Íslandi. Mér langar að tengjast Íslandi meira. Og þetta var bara heilmikið prógram, ég þurfti að sækja að halda þýska ríkisborgararétt og svo skrifaði umsókn að fá íslenska ríkisborgararétt og þá stóð að maður fengi að velja sér nafn. Ég getur bara breytt nafnið mitt algjörlega. En það fannst mér ekki við hæfi að því ég er Evelyn Kuhne og ég er ekkert að skipta persóna. En ég vildi fá eitthvað íslensk með og ég vildi fá eitthvað stutt inn á milli og þá fannst mér þetta Upsilon, það rímar svo vel við Upsilon í Evelyn. Mér fannst þetta leit bara svo vel út og svo fór ég líka náttúrulega að spá í hvað þýðið og það er náttúrulega planta eða tré og það er svolítið hargerð og það lífi af veturinn. Það er samt alltaf grænt, það er samt alltaf eitthvað jákvæð þó að það sé eitrað. En mér fannst þetta höfða eitthvað svona til mín og ég tók bara svo ákveðin þetta verið mitt íslenskt nafn. Svo eigið þið Sveinn son, Júlíus Guðna. Hvernig er hann? Segðu mér aðeins hann Júlíus. Hann er náttúrulega dásamlegur, alveg snillingur. Hann hefur verið 16 ára. Ég hugsa að hann veri ekki bóndi, en hann hefur alveg áhuga á hestum og dýrum, mikill dýravinur. En hann er snillingur á tölvu og hann er farin að sjá markaðssetningu fyrir okkur. Hann er að hanna nýja heimasíðu fyrir okkur núna. Og hann bara býði eftir mömmur að koma með myndum þegar það setja á. En tengslin ykkar við þitt upprunaland, hver eru þau í dag? Þau eru bara mjög mikil. Ég lagði svona strax áherslu á að ég ætla að tala þýsku við hann. Þannig að hann er reiprennandi, talandi á þýsku, íslensku, ensku og kannski ekki ennþá dönsku en á hinum 3 tungumálum. Og mamma var mikið hjá okkur og meðan hann var lítill og við vorum á fullu ferðaþjónustu á sumrin og ég hafði lítinn tíma til þess að geta sinna barnið mitt og þá kom hún var mikið hjá okkur. Og hann hefur líka farið út til Þýskalands á hverju sumri allavega í mánuð síðan hann var 30 ára. Þannig að hann þekkja allt mitt fólk, hann veit hvaðan ég er
og hann eiginlega alinn upp svona aðeins með í Þýskalandi og ég held að fæ hann svona til þess að hafa svona rosalega vitt sjónarhorn. Já, þú veist, hann ekki bara heima á bænum, hann inn í dalnum, hann bara þekki heimurinn, hann rosalega opinn fyrir allt svona og ég held að það sem einkennist honum að við eigum bara rosalega góð tengsl og hann svona minn uppáhalds ferðafélagi. 17 árum eftir að ég kláraði ekki hringinn, þá fórum við saman. Já, þið gerðu það? Já. Hringinn á hestum? Nei, við fórum bara á bíl. Já. Já, bara við tvö, það var 2012, fyrir 7 árum síðan. Já. Þá fórstu hringinn, loksins. Já. En hvernig sérðu framtíðina? Hvernig sé ég framtíðina? Já, maður á aldrei að segja aldrei. Nei. Þá hef ég mjög fljótlært. Þannig að ég sé alveg framtíðin minn bara á lítingstöðum og meðan ég get. Og bara halda áfram að byggja upp það sem við eigum og hlúa vel að því sem við eigum. Hvers saknaru frá Rheinsberg? Ég sakna auðvitað, þú veist, fjölskylduna að geta bara hitta vinir þegar manni langar til þess. Mér finnst rosalega gott að komast heim og labba þar og skoða kastalinn og fara skrúðgarðinn og upprífa, þú veist, hérna vorum við, manstu eftir þessu og hitt og þetta. Ég get ekki segja að ég sakna einhvers eins og ég væri með heimþrá eða eitthvað svona. Mér finnst að heimurinn hefur bara, þú veist, fært sér svo nær líka bara á internetinu, maður getur bara fylgjast með, getur bara hlusta á útvarpið þess vegna og bara hlusta á heima útvarpið. Þú veist, þetta svolítið öðruvísi en það var fyrir 24 árum þegar ég kom. Þannig að ég er bara sátt. Ég ekkert að sakna neins nema þá fjölskyldan helst og vinir. Takk fyrir þetta, Evelyn, og þökkum við þér innilega fyrir söguna þína. Takk fyrir að bjóða mig að koma og segja frá því.